Næsta spurningategund eru eyðufyllingar. Það eru aðeins skallaðar, en það vel hægt að nota þær með því að hafa textan allan sem við viljum láta fylla inn í hérna á ofan. Það að segja, ef við viljum hafa mikinn text að láta fylla inn mörg orð. Það er líka sniðugt að nota þetta þannig að þú ert, ef þið eru til dæmis með setningar þar sem þið vilja að nemendur gíski á orðin og setja inn, þá er þetta mjög gott að nota þetta fyrir svona stuttar setningar og með bara einni eyðufyllingu. Ég ætla að setja hérna inn smá dæmi. Hér er ég búin að setja inn textaspurningarinnar, þar sem ég biður nemendur að setja inn rétta orðmynd. Svo set ég hér þá textan sem á að fylla inn í og þar sem orðið á að koma setjum við inn semikomu. Mjög mikilvægt, ég er búin að reka mig á það, mjög mikilvægt að setja ekki hér inn texta með semikomum annar staðar því þá verða til eyður, en þetta er nú svona einföld setning og sjáum hvernig það kemur út. Nú er ég ekki lengur að vinna með lýsingarorð, þannig ég ætla kannski að segja hérna orðmyndir. Og ég staðfesti. Og þá getum við kíkt og séð hvernig þessi kemur út. Ég er augljóslega svolítið að hugsa þennan vírus. Má ég nú sjá. Það er ekki með þetta valið. Það sáðu þið hvað gerðist. Eins og ég segi alltaf við nemendur þegar ég gerir mistök, þetta var viljandi. Hér kemur þessi eyðufylling. Það sem að ég er búin að óska eftir og vonandi verið að laga er það hvernig eyðan færist til. En þetta er mjög fínt fyrir styttri setningar. En annars lítur þetta svona út.